Rikka. Góðan daginn. Það svolítið síðan að ég upplótaði, en já, það sem búið að gerast núna undanfarna daga að við erum búin að vera þurrkaralaus. Og ef þið eru með á Snapchat, þá fyrir svona mánuð, tveim, þá tala ég að þurrkarinn hjá okkur væri hættur að virka. Og já, og við höfum hingað til, út af að þurrkarinn hefur verið bilaður. Já, þarna er þurrkarinn. Já, þá höfum við sett í þvottavél og svo höfum við notað svona þvottagrind sem ekkert gífulega gaman, og það auðvitað föt þarna. Anita áttur að brjála í þessi sýningun, en þú veist, svona bara lífið. Þurrkarinn er bilaður og þá þurfum við bara að gera þetta svona. Það virkilega leiðilegt að þurfa að setja á þessa þvottagrind hérna, út af því að það tekur geðveikan tíma og þetta í stofunni, eða þú veist þetta frammi, og það finnst mér hundleiðilegt maður. En já, ástæðan fyrir að ég er heima og Benjamin er þetta. Benjamin, þegar ég ætlaði að græja strákana og setja á í daggæslu og leikskóla, þá var þessi hérna búinn að æla og hann er hitalaus. Þannig að já, ég ákvað að vera með strákinn heima. Anita er búin að vinna 12, kemur þá svona 12:30 hingað og ég fer svo í vinnuna og verð til 5. Og klukkan er núna 11:30. Þannig að, wow, allt í lagi. Já. Og já, mér finnst ótrúlega gaman að vera heima þegar Arsenal, kannski hljómar Arsenal, þegar Baltasar er ekki heima og ég og Benjamin erum bara saman, skilur við. Og náum við aðeins að bonda og hann leikur sér líka öðruvísi þegar hann er einn og ekki þegar Baltasar er. Og það er Baltasar alltaf þegar, þú veist, segjum að Benjamin fari í þennan sparkbíl, þá kemur Baltasar og rífur þetta á hann. Benjamin má ekki vera með neitt dót, þannig að Baltasar, þegar þú sér þetta, þá varst ekki góður við bróðinn. Svona var hann að deila dóti og svona. Wow. Já. Þetta er að standa. Nei. Þessi hérna litli á bráðum ammali. Hann á ammali núna 13. mars. En við ætlum að halda upp á ammali núna helgina, núna laugardaginn. Þá ætlum við að halda smá veislu handa stráknum. Já, varst að meiða puttana. Allt í lagi. Já, þannig að, já, við ætlum að halda það núna laugardaginn. Já, í gær, þá tók ég hann að þurrkara hérna og ég tók hann í frumyndir. Tók þessa hlið af, ég tók aftan á, ofan á og leysti alveg milljón skrúfur og þessi hérna keðja, systir konunnar, hún lenti í því að keðjan slitnaði. Eða keðjan, þetta dót. Þetta er það sem á að vera í þessum vandaþurrkara. Hún er slitinn, en systir hennar Anitu, Silvía, hún lét okkur vita að hún ætti keðju, eða svona, hvað heitir þetta? Belti, eða eitthvað, sem er þessi hérna. En, nú þetta er sýningur, ef þið hafið einhvern áhuga á því, hliðin, ég tekur bara hliðinu svona af, og það var geðveikt mikið vesen að fatta hvernig ég átti að taka þetta dót af, en allavega, já, nú ætla ég að sýna ykkur. Hérna er keðjan sem á að fara utan tromluna, belginn sjálfan, eitthvað, og hún nær, ég ætla að ná í vasaljós. Ok, nú er ég komið með vasaljós, eða síman vasaljósið. Já, sem sagt, ég ætla að stilla. En keðjan hérna, þetta hérna, ég hélt að átt að fara bara á hjóli hér. Þannig að ég náði að setja þetta utan það, prófa að setja hann í gang, en hún virkaði ekki. Það er gaur hérna niðri, sjáu þið hérna, þetta. Keðjan þarf að fara utan hann til að hann snúist, en þannig að það sem við fengum frá Silvíu, systir konunnar, að hann er ekki nógu langur. Þannig að ég þarf að fara út í búð og eftir
Ég ætla að reyna að ná því áður ég fyrir að vinna að ég þarf að kaupa lengri svona gaur og þá næ ég utan dótið, þá erum við búin að spara okkur 25-30 skall viðgerð á þurrkaranum. Þetta var eina sem var að. Þannig að já, það er alltaf gott að geta sparað. Ég held að það sé það best í heimi, það er að geta gert eitthvað sjálfur og spara sér smá pening. Út af því líka að ég og Anita, planið ef við fáum flug, kemur í ljós, planið núna í lok mars að við erum að fara til útlanda. Við erum að fara á tónleika og auðvitað tek ég ykkur með. Það verður ótrúlega gaman. Ég mjög spenntur, hlakka mjög til. Sérstaklega út af þetta staður sem hvorki ég né Anita erum búin að fara. Þá þetta svona fyrsta sinn sem við erum að fara saman á þennan stað. Þið ekki alltaf kallið minn? Hæ! Hæ! Já, þannig að, ég var búinn að segja það í einu vídeobloggi hvert við erum að fara. Fyrir ykkur sem munið það, þá vitið þið það, annars ætla ég að halda þessu leyndu. Þannig að ef þið hafið áhuga á því að vita hvert við erum að fara, þá verðið þið bara að skoða gömul vídeoblogg. Ha! Ekki sniðugt? Er ekki sniðugt? Ef þið hafið áhuga á því að kaupa Njótum lífsins fatnað, hvet ég ykkur í að fara á njótumlífsins.is og það er í netverslun, mjög auðveld, mjög þægileg heimasíða og já, þannig að endilega pantið og látaðu mig vita. Já, þá eru komin í vinnuna og ég býst ekki við því að taka upp véluna á meðan ég er að vinna. Þannig að 1, 2 og já, svona, þá er ég búinn í vinnunni, er á leiðinni heim, Anita er að fara í skólan og ég ætla að klára að laga þurrkaran. Þannig að komið með mér. Og svona, þá er ég komin heim, Anita er farin í skólan og ég er að gefa strákunum að borða og 1944, 2 bakkar er að duga oft á þá báða. Og já, fáðu þau súpa. Svona? Súpa. Já, og eins og núna eru þeir ekki duglegir að borða en ég held að þessu er búin að vera mönns í allan dag. Gíta. Nei. Sætur ertu. Já, og já, það sem er að vera planið basically í dag er að aðeins að dutt í strákunum, leika við þá, svo ætla ég að laga þurrkaran. Það er planið. Hvort ég geri það þegar Benjamin er farin að lúla, en það kemur í ljós. Ertu þreyttur? Já. Sætur ertu. Já. Já, og það fyrir að styttast í það að við fáum að vita kynið á barninu sem er að koma, hvort þetta sé strákur eða stelpa. Og ég er ótrúlega spenntur að fá að vita. Og endilega, gerum leik. Kommentið fyrir neðan, sérstaklega ef þið eru ennþá að horfa, að kommentið fyrir neðan hvor haldið þið að við séum að fara að fá núna í enda ágúst, hvort er þetta strákur eða stelpa. Og já, það verður gaman að vera með svona smá kosningu. Það er í þarnæstu viku held ég held að það sé 23. að við séum að fara í svona, en ég held það, ég er ekki með minni það. Þessi á afmæli, við ætlum að halda upp á afmælið hjá honum núna á laugardaginn, þannig að við erum ótrúlega spennt, ótrúlega hamingjusöm og ánægð. Anita stendur sig ótrúlega vel, hún fór til læknis í gær. Já, ég held að það hafi verið í gær. Jú, það var í gær, eða fyrir þetta, það var í gær. Þá fer hún til ljósmóður og sem sagt, það er auðvitað ár á milli allra barnanna og líkaminn hennar er ekki alveg komið tilbaka, þannig að það er mikið lagt á lítinn skrokk. Og læknirinn sagði basically að hún ætti að hætta að vinna, en Anita er eins og hún er og hún vildi ekki, hún tók það eiginlega bara ekki í mál. En núna eru vaktirnar hennar staðinn fyrir að voru 7 á morgnana til 3,
þá hún 7 á morgnana til 12 og fyrsta vaktin hennar einmitt í dag var þannig að vonandi að það hjálpi eitthvað. Þannig að ég veit ekki hvernig þetta í prósentum hjá henni, en bara ég ótrúlega stoltur að því að ég stoltur að henni, sko. Þetta er flott skvísa, sko. En ég ætla að gefa strákunum að borða, aðeins að leika við þá og já. Blurry. Herðu, þá Benjamin komin upp í rúm. Baltasar Lúlla bara Lúlla, hann svolítið þreyttur kallinn. Já, við fórum Lúlla. Já, þannig að núna bara tíminn á því að koma strákunum í Lúllið. Svo ætla ég að fara í þurrkarann. Já, ef ég fer ekki í þurrkarann þá ég örugglega bara komin upp í sof. Já. Herðu, hérna, ég að pæli að fara bara í þurrkarann á morgun. Ég verð að viðurkenna að ég ekki alveg að nenna því akkurat núna. Þannig ég ætla bara að enda þetta núna. Bara takka æðislega fyrir áhorfið. Mundu, þú ert frábær. Þú getur gert allt sem þú vilt. Njótu lífsins, sjáumst á morgun. Takk fyrir mig. Bye bye.